En við skulum sem sagt framkvæma tilgátuprófið og það gerum við með prop.test skipuninni og við mötum prop.test með töflunni, stel henni bara hér og fyrst sem sagt erum við með breytuna sem ákverðar í sem sagt úrtökin, fyrirgefið sem sagt hópana, það eru námskeiðin, við erum annars með LAN og stæ og svo ætlum við að kanna sem sagt hlutfall þeirra sem hlupu og það er inngripsbreytan sem segir til það í þessum tveimur þýðum. Svo við keyrum prop.test skipunina og þið sjáuð þessi úttök út úr þessum tilgátupróf með þessum ályktunar tölfræði skipunum, þær eru margar, þetta er svona svolítið líkt og hér höfum við sem sagt bara við byrjum hérna neðst, hér höfum við sample estimates eða úrtaksmötin, hér höfum við hlutfallið í þýði 1 og úrtakshlutfallið í þýði 2, þetta eru sem sagt sömu gildi og við fáum hér. Hér höfum við gildið á prófstærðinni og þið sjáuð að þetta er pínu lítil tala, þetta er 2,91 sinni 10 mínus 30 öðru, þetta er bara nánast 0 gildið á þessari prófstærð. Frígráður, DF, það stendur fyrir frígráður, það er 1 frígráða og p-gildið er hreinlega 1 og þannig að við erum með mjög stórt p-gildi hér og p-gildið er sannarlega ekki minna heldur en 0,05 svo við getum ekki hafna 0 tilgátu og við höfum ekki það sýnt fram á að munur sé á hlutföllunum í þessum tveimur þýðum. 95% öryggisbil, það lítur svona út. Mismunurinn liggur hérna á milli mínus 0,21 og 0,19 og 0 er augljóslega þarna á þessu öryggisbili. Þannig að mismunurinn 0 er þarna á öryggisbilinu. Já, þetta var prop.test og við bara höldum áfram. Jú, það er hægt að nota líka skipuna prop.test að bera saman hlutföll í fleirum en tveimur þýðum og eigum við að stela þessari hérna líka aðeins þess að sjá þetta. Hér hugsum við okkur að hópanir okkar eru sem sagt líkamsræktar ástundun, þeir sem stunda litla, meðal og mikla líkamsrækt. Þannig við byrjum á að tilgreina þá hér og svo könnum við, aftur höfum við áhuga á þessu hlutfalli þeirra sem hlupu í þessum þremur þýðum og keyrum prop.test. Við fáum úrtakshlutföllin hér, þetta eru þeir hérna lítil, miðlungs aðeins meira, því að það er svolítið munur hérna á úrtakshlutföllunum allavega að sjá, en það eru ekki mjög margir sem eru í hverjum hópi hér, svo við höfum ekki mikið styrk í þessu prófi. Aftur, prófstærðin hér er 1,8, gildið á prófstærðinni, frígráðunar eru 2, p-gildið er 0,4. P-gildið berum það saman við 0,05, svo p-gildið er stærra en 0,05, svo við getum ekki hafna 0 tilgátu hér og við höfum ekki sýnt fram á að munur sé á hlutfalli þeirra sem hlupu, eða sem sagt hlaupa, í þessum þremur þýðum. Svona. Það má kannski bara vera svona saman hérna. Ef að merkja þetta aðeins, hér sem sagt hlutfall í einu þýði og svo förum við hérna í hlutfall í tveimur eða fleiri þýðum. Svona. Flott og við höldum áfram. Þá ætlum við að skoða svokallaðar tengslatöflur. Ályktanir tengslatöflur. Og viljum við kanna hvort samband sé á milli tveggja flokkabreyta. Það við viljum kanna tilgátur á eftirfarandi formi. Það er ekki samband á milli breytana, á móti það er samband á milli breytana og þá hugsum við okkur hér að við erum bara með eitt þýði en við erum að kanna eitthvað tvennt.
og við getum hugsað okkur við erum að spyrja 2 spurninga, sem sagt 2 svona spurningar sem hafa flokkabreyta útkomu í einu þýði, að þá erum við með tengslatöflu. Núlltilgátan að það ekkert samband á milli breytana, en gagntilgátan að það samband á milli breytana, og við munum að gagntilgátan það sem við viljum sýna fram á. Og við sem sagt til þess að kanna hvort það sé samband á milli 2 flokkabreyta getum við oft nota chi-kvadratpróf, og við notum chi-square.test aðferðina til að framkvæma chi-kvadratpróf í R, og við getum reyndar nota þá skipun líka þess að bera samt hlutfall 2 eða fleiri þýða, en hún gefur okkur ekki öryggisspil eins og prop.test skipunin. Hérna stendur afsakið, við getum oft nota chi-kvadratpróf, og ég kem að því aðeins og eftir. Við þurfum jú að passa okkur á því að forsendurnar séu uppfylltar.